líkamsskynjunarröskun og það fólk sem þjáist af henni, það upplifir einn eða fleiri líkamshluta þannig að þeir séu mjög ljótir eða jafnvel afskræmdir þó að í raun og veru líti þetta fólk eðlilega út. Afleiðingarnar geta verið margvíslegar. Það til fólk sem að fungerar mjög vel þrátt fyrir að vera með þessa röskun. En svona á hinum hluta rófsins þá fólk farið að einangra sig mjög mikið. Við vitum að 30% af fólki með þessa röskun það hefur átt að minnsta kosti eina viku á ævinni þar sem það hefur ekki farið út úr húsi vegna þessa ótta og vegna þess að það skammast sín fyrir það hvernig það telur sig líta út. Það mjög talsvert mikil sjálfsvígshætta í þessari röskun og það eru margvísleg áhrif á líf fólks. Til dæmis hættir ungt fólk oft í skóla vegna þessa ótta. Fólk ekki að sinna vinnu eða getur ekki stundað ýmiss konar íþróttir og svona mætti áfram telja.